Jæja, gott kvöld, góðir gestir og áhorfendur. Nú ætla ég að nýta fluguna Taylor eftir Skarphéðin Bjarnason. Það er að segja þá útgáfu af flugunni. Það eru til Taylorar eftir Egil málara sennilega og Einar Pál Garðarsson hérna, samkvæmt bókinni Veiðiflugur Íslands og nokkur afbrigði af henni hérna. Við ætlum að nýta sem sé þessa flugu eftir Skarphéðin. Þetta kuð vera mjög góð fluga í Elliðavatni og við ætlum bara að nýta hana samkvæmt uppskrift. Það var einhver sem að myndist á og bað eitthvað skona Þingvallaútgáfu af Taylornum. Ég segi gott og vel, en ég verð bara að viðurkenna veikleika mína í því að ég þekki Þingvallavatnið í rauninni ekki nógu mikið til þess að geta farið út í þá sálma að nýta Taylor sem passar fyrir það vatn. Og bara viðurkennist hér með. Það er önnur vatn sem ég er miklu betri í. En Taylorinni sem sé, það er brúnt í honum og við notum í þetta Aurora-gat, það er svo fjandi gott. Skellum hérna niður Aurora-gatinu og við erum að nýta þetta á króknum með 12, þannig að þetta er í orginal stærð á króknum. Og við færum ekki með þetta lengra en þetta, svo á að vera víri við þetta og gulli. Ég er með fínan og vír sem ég fann hérna í dótinu hjá mér. Þetta er enda leiðinda vír þessi, hann er náttúrulega sjálfstæður, hann hefur sjálfstæðan vilja þessi vír og hann fer ekki alveg alltaf þess að maður ætlar honum að fara. Og nú er ég með drusluskæri. Hérna, þessi silfurlitu, þau með að klippa vír, var ekkert mál, en ég nota ekki fjaðurskærin í vírin. Ég á reyndar fleiri en einn og tvenn skæri, en það er annars söngleikur eins og maðurinn segi. Þá vefjum við Aurora-gatinu hérna fram undir, rétt aðeins yfir miðju, cirka hingað. Vegna þess að það kemur á fluguna vængilki sem er reyndar alveg úr alveg eins hérna brúnu Aurora-gatinu verið með, en í millitíðin þá vefjum við vírin samkvæmt uppskrift fer ekki yfir vængilki, þannig að við bara skellum honum aðeins niður og alltaf læg með svona flugur að búa til smá broddir aftan að þeir með vírnum. Svo fyrir vírin hérna yfir, þetta er það þunnur vír, hann vallan sjáist en hann gerir sitt gagn í því að gera fluguna sterkari. Kemur þetta svona. Þetta læsa þetta hérna niður. Svona, vírin er orðið fastur, þá klippum við hann í burtu. Og höldum áfram með frambúkin, en áður við fyrir í það, þá þarf að koma niður vængunum eða bakinu á flugunum. Það er úr ljósbrúnu Aurora-gatni. Það höfum við hér. Ég tek fram allt Aurora-gat sem ég nota í þessi vídeo er annarkvort stólið frá mömmunni eða keypt í prjónadeildinni í Hagkaup eða Fjarðarkaup, sem við fyndið. En ég er nú ekki stólið frá mömmu heldur, létum mig hafa poka með alveg gommu af Aurora-gatni. Og sá poki er heldur betur og hefur heldur betur síðustu áratugina að komið sér vel. Nú hægt að nota þetta með mestu leyti móðum í blessuð. Þá kemur frambúkurinn á fluguna hérna og hann er, eins og við sjáum, hann er aðeins gildari heldur en aftari búkurinn, aftari hlutin. Við látum þetta duga í frambúk af því að við þurfum að koma hérna bakinu hérna fyrir. Þetta klifta alveg upp í kverk, svona. Svo kemur bakið og þá er flugan í rauninni bara tilbúin eftir þetta. Þetta er frekar einföld og fljótt nýtt fluga. Og þá kemur það hérna eins og skelið við bakið á henni. Þéttingsfast, nokkra snúninga og trimmum þetta svo af svona. Þá er í rauninni ekkert annað eftir en
bara að græja hausina og svo lakka. Það alltaf leið þegar standi smottir í hérna út úr. Þá það hnúturinn sem kemur eftir þessu. Gerum nú ekkert of mikið, þetta er svo lítill haus á þessari flugu. Gerum hann einfaldan og það einhvern veginn öryggistilfinning hjá mér að gera annan hérna. Svona. Þá þetta komið. Þetta Taylor eftir hann Skarphéðinn. Þá ekkert eftir nema bara að lakka fluguna og við græjum það hérna, skellum á hana lakki. Ef að nálin einhvers staðar hérna, jú, hún nú hérna einhvers staðar inn á grenninu. Hún hér. En við tökum svo fyrir einhvern tímann mjög fljótlega ekki flugu heldur svona notkun á verkfærum, til dæmis eins og hausnútatækinu. Það að útskýra það í svona einföldu vídeói fyrir ykkur. Og ég ætla bara að nota tækifærið og þakka fyrir alveg frábærar viðtökur sem Rásin hefur fengið. Það stendur hérna aðeins út úr, hún passa blind ekki augað á henni, blessaðri. Þetta verður alltaf erfiðara þegar maður fyrir að nýta á minni krók, þá fyrir þetta að verða svona meira challenge, að blind ekki auga og svona. Og til að vera alveg öruggur með auga þá fer ég bara með nálina hérna ofan í augað, svona. Og þá þessi fluga klár. Og þetta hvað vera mjög góð fluga í 11 vatni og fleiri vötnum. Hér hafið þið þá Taylor í öllu sínu veldi eftir Skarphéðinn, höfund Skarphéðinn Bjarnason. Og ég, þakka fyrir áhorfið og hvet ykkur endilega til þess að gera áskrifundir á Rásinni og setja like á vídeóin. Það hjálpar okkur alltaf að stækka og stækka þannig við getum gert meira á þessari skemmtilegu Rás. Takk kærlega fyrir.